Góða kvöldið eða góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er ennþá dagur. Það er ennþá dagur. Góðan dagur og samfélagið á Íslandi. Jú, og velkomin í seinna stream í úrvalsdeildinni. Já. Opnu móthelgina. Helgamótið. Almenna helgarmótið. Úrvalsdeildin er að keppa í dag og það er leikurinn milli Tröll og Atgeira sem að fer á stað. Og það eru við Giljagaur og Guttix sem að helsa ykkur hérna. ætlum að vera ágæslega pirrandi og leiðilegir og ágæslega ekki bæjast. Nei, ég ætla að vera svo ekki bæjast, ég ætla að viðurkenna það, ég bara þoli hvorugt liðið. Nei, djók. Ég reyndar ætla að viðurkenna að ég horfi ekki nógu mikið, ekki eins mikið á úrvalsdeildina eða efri-deildina eins og hún hét áður, sem heitir núna úrvalsdeildin og ég hefði átt að gera. Þannig að ég þekki þessi lið mjög takmarkað á annað en það að ég veit að bæði þessi lið hafa staðið sér svona frekar vel. Minnir að Tröll og Atgeira hafi bæði verið í undanúrslitum síðasta sísón. Að minnstakosti. Mér minnir það að bæði lið hafi komist í undanúrslit. Við vorum allavega að kasta leik hjá Tröll síðasta sísón. Ég man það. Já, minnir að ég var að kasta báðum leikjunum og þá var Tröll með einn leik og Atgeira einn. Og það var mjög skemmtilegur leikur að fylgjast með Tröllum spila. Það eru með skemmtilegan stíl og þetta verður spennandi leikur. Þannig að ég ætla að sé okkur ekkert annað að vanbúnaði en bara að henda okkur inn í fyrsta map sem er Nepal. Já. Svona. Það er greinilegt að Guttix sé eitthvað allt og nálægt. Ég er hávær. Þú ert hávær maður. Það var verið að biðja mig um að færa mikrofónum frá munnunum á mér svo að ég yfirgnæfi ekki allt. Og ég bara gera eins og mér er sagt. Kom bara með að standa hinum megin í herbygginu. Sjá hvað gerist. Mikrofónir eru á headphoneunum þannig að það myndi þú bara stendur bara frá og Já, þú meina það. Ég hef headphoneuna bara standið hérna á borðinu og ég stend hinum megin í herbygginu. Já, en þá heyri ég ekkert í þér og veit ekki hvað er að gerast. Já, það er seintíma vandamál. Það er enda alveg rétt, sko. En Tröll, það er sem sagt CMD ætlar að spila á Hammond, Gálgafrestur ætlar að spila á Sigma, Mundi á Symmetru, Ingi ætlar að spila á Þöru, Trölladráp ætlar að vera á Sen og Egillari ætlar að vera á Mercy. Já, og hinum megin hjá Atgeirum er Oglokar á Dífu, Rúnar á Reinhardt, Krissi er á Föru, Aron er búinn að skipta þarna yfir í Ash, Snurs er á Baptiste og Avi á Mercy. Þetta er eitthvað komin í Solskjær, nýtt ábyggla teleporterinn. Já, Gálgafrestur þarna í bílíkum vandræðum. Þetta er bara að sjá hann sig. Ingi tekur samt út Krissa og Mundi tekur út Snurs. Snurs. Ég held að þetta sé Snars. Já. Bara, ef þetta er rangt, fight me. Bara, við látum okkur vita, við erum að gera okkar besta. Já. En það eru Tröll sem taka fyrsta capture á pointinu og CMD er komin yfir á Hammond. Á meðan Gálgafrestur er þarna Var hann á Hammond? Hann var búinn að vera á Hammond með. Já, hann var búinn að vera á Hammond. Já. Ég var svo einbeittur hérna. Fylgast með því hvað verður í gangi? Hvað Atgeirar voru að gera. Þarna kemur Krissi á Tracer. Já, ég sem finnst að Tröll eru svolítið að blokka Atgeira í að komast inn. Já, þeir eru búin að taka dálítið stjórnina þetta á þessu punkti. Spurning hvað Atgeirar ætla að gera til að komast í gegn. CMD leiðist greinilega eitthvað, er farin alla leið inn í Atgeira.
En bakkar núna. Charge greinlega. Það kemur teleporter frá atgerum og þeir fara beintin á pointið. Það eru allir í atgerum konur á pointið. CMD kemur á það. Kemur út frá Munda. En gerir voða lítið. En það er líka, það er gluggi þarna frá Snars. Og Immortality Field. Og Ingi deyr bara. En nær mekkan á svoklokar, en þeir eru hérna. Pása á leiti. Það kemur pása og í þeim töluðu orðum voru hérna á disconnect hjá einhverjum. Í þeim töluðu orðum voru hins vegar Tröll komin með 75% capture til þess að retake að pointið. Komnir 52%. Já, þeir eru með 52% á pointinu, þeir eru komnir 3/4 að því að vera komnir með pointið aftur, er það sem ég er að meina. Já, ég fatta þig. Þannig að þetta var fljótlega þetta var fljótlega að snúast Tröllum í vil aftur, þó þeir hafi bara mist Avi og mekkana svokklokkar. Sýnist að það hafi verið Aron sem datt út. Já. Þetta sjá það þarna. Það var greinilega snúið svo harkalega við að tölvan höndlaði þetta ekki. Já. Var það Aron sem dó þarna? Nei, Aron dó ekki, nei, það var Avi sem dó. Já. En skemmtilegt að sjá svona post screen. Sem spectator þá, hann finnst mér að við ættum að geta sko hreyft okkur. Það væri rosa gaman að geta svona flogið mappi núna og skoða þetta frá hinum ýmsu sjónarhornum. Alltaf áhugavert að sjá svona pásur. Þetta er óvenjuleg pása samt af því að já, þetta er náttúrulega disconnect pása. Venjulega er ekki pásað nema eftir eða á milli tímfæta. Þannig að þetta hefur verið einhver automatísk pása út af disconnecti. Já. En rétt að vona þetta tekið ekki það langan tíma og allt kemur í gott lag hjá kallinum. En þeir eru að hafa einhverjar áhyggjur af honum Aroni, liðsfélagarans. Þið sjáuð ekki chatið, við sjáum það og einhverjir, hann Avi virðist gefa í skyn að Aron hafi dáið, sé ekki meðalvor lengur. Ég ætla að vona að það sé ekki raunveruleikinn. Það myndi alltaf að gera almenna bygars history. Já, maður í öðru liði deyji bara í miðjum leik. Það er svolítið svakalegt. Það væri svakalegt. Fyrir utan það að hann myndi náttúrulega ekki disconnecta sjálfkrafa af því að deyja. Kannski er hann persónulega tengdur í þér. Nettengingin fyrir gegnum persónu hans. Það er líklegra hins vegar að annarkvort hafi ráturinn hans eða tölvan hans dáið. En það er greinilega nennir enginn að hlusta á okkur bladra nema ég veit ekki af leikmennum. Mér finnst rosa gaman að bladra. Leikmennir eru að biðja hérna highlight, þannig að ég held að við sem fara að henda okkur í highlight. Já, gerum það bara. Það er spennandi.
Welcome to a whole new world. Your planet is now under Mid-Ranger's control. Humanity will be exterminated. If you hear this message, do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. You will be eliminated. Já, Já, heyrðu, Aron mættur aftur já, hann kominn. og við erum bara að fara að henda okkur aftur inn í einu leik. Svo nú skulum við sjá hvað gerist núna. Yes. Þannig að pásan að fara af One Brother og það og við fyrir aftur inn og það fór eins og áhorfist Röll klára það að taka pointið og Ingi samt fellur. Ingi fellur, það er ég. Já, En hann reyndar var búinn að falla og búið að ressa hann Já, og svo fjall hann bara aftur. Náttúrulega í svona pásu, í svona lengri tíma, gæti svona fokkað í playerum. Já, og náttúrulega líka sko, ég held að Aron komið þarna aftur vegna þess að hann disconnectaði, kemur hann aftur með ekkert ult charge og flux hérna frá Gálgafræs. Já, heyrðu þið. Eigur út rúnar. En það einhver á point. Svolítið að dominata þetta. Já, Kristi einhver á point. Nei. Hann ekki að sleppa. Og nú bara, já, heyrðu þið, síðan því hendur í Mines og klokkan næri eins og að snerta, en fallinn. Triggerar overtime. Avi, Búba tilbaka og Tröll taka fyrsta round. Yes. Þetta var óþægileg aðstæða fyrir Atgeira að vera í þarna. Lenda í pásu í miðjum teamfight þar sem að eru voru búin að gera stór moves. En nú förum við yfir í næsta round og það er Sanctum. Við sem vorum að horfa á Village. Já, ég man ekki hvað Aron að koma upp í ult prósentu, en þetta var svolítið dýrkeypt samt. Já. Að missa eiginlega bara heilt ult. Já, mögulega heilt ult. En það er vonandi að hann disconnecti ekki aftur. Þeir eru hérna og klokkar á Dífinni, Rúnar á Reinhardt, Krissi á McCree, Aron á Mei og Snars á Baptista á Lucio. Já, og Tröll eru bara að runna sama tanklæni, Mundi komin yfir á Tracer, Ingi á
McCree, Trölladráp er komin á Sen og Egillari er á Lucio. Mundi fellur fyrstur en Krissi er tekin út á móti. Sem Þetta tekur á. hann. Og Ingi Aron fellur, tekur út Inga, Snarfstökur. Trölladráp jafnar þarna með því að taka út Snars. Þetta er allt svona jafnt og þétt að Tröll gerast. eru með menn á pointinu en núna koma algjörar inn með tímanum sína á Lucio. Ég er hérna að ná góðum pældreifurum og Tröll ætla ekki að leyfa þeim að taka þetta nefn í fulla nefana. Rúna fellur og restin af liðinu eru fastir hann inn í herbygginu svo það er spurning hvað Tröll ætlar að gera til að henda gera þarna þeim. stóra hluti. Snars er hérna að skjóta frá brúnni hérna og Tröll eru búin að taka pointið. Ná fyrsta kapsur aftur. Það eru enga breytingar frá aðgerðamönnum eins og er. Þeir eru sáttir með þetta og halda að þeir geta að runna þetta rosa vel. Þeir ætla sér að Nýta taka þetta alla leið. Þeir eru að nálgast þarna ult hjá hann og Rúnari og Snars er komið úr. Aroni, Snars með glugga. Það má gera ráð fyrir að Snars hendi í gluggan núna í næsta fætt. En CD er búinn að splitta liðinu og mundi með honum, tekur út Snars. Gálgafröstum er svakalega flott flugs, tekur út Afi og Rúnar. Þetta fætt er bara Tröllum í vil. Krissi í fallinu og Oglokar sýnir auðmikið og Oglokar tekin rétt að hann er að hoppa niður á mappinu. Þeir vildu sem sagt ekki, þeir vildu ult chargeið frá Aroni. Já, það er skiljanlegt. Þetta þýðir það að Mundi, Ingi og Trölladráp sitja allir á ulti á meðan Egillar er nálgast standbæri hérna sinn. Núna ætla hins vegar... Krissi fellur niður. Kemur út gluggi. Svo þeir ætla sér inn í þetta. Manni færri. Það er hættulegt. CMD er samt að ruggla vel í atgerum. Já, Mundin er að taka þetta út yfirstandi fyrir það. Mundi fellur, Rúnar tekur hann af. En Rúnar er tekin út og Aron fylgir ofan í, hann fellur ofan í hóluna hérna. Það eru komin 90% capture hérna hjá Tröllum og allir að sitja á 4 ultum. En spurningin er hvort þeir komist á pointi til að nýta þau. Oglokar nær að snerta. Kemur út hænum, næri ekki neinum. Það er sandbarrieri, kemur hérna. Annan kemur, gífubomba. Næri engum, það er spurning hvað, ætlar Rúnar að... Já, Rúnar hendi! Og Atgeir að ná pointinu. Atgeir að ná pointinu, en ná þeir að klára þetta teamfight með nógu marga eftir til þess að halda því. Það er spurningin. CMD... Nei, við sjáum að Egillar í hendur Rúnari niður á mappinu og sleppur með lífsi. Nei, Snars tekur hann út hérna, CMD kemur hérna, Rúnar sér fram og tilbaka. Fleiknu bara, Rúnar rétt á kominn. Já, en Rúnar var heppinn með það að Afi hafði dáið þarna rétt á undan honum og náði að taxi hann tilbaka. Mundi er eitthvað að sníka hérna á feysi fyrir aftur. Ég fellur bara, þeir taka hann út í hotni. Kemur úr Woodflux. En þeir eru með mann á pointinu og Krissi er fallinn. En glugginn þeirra er ekkert á neitt svakalega góðum stað, því miður fyrir Atgeira. Aron fellur og CMD hérna er að halda þeim að inni. Náðu ná punktinu, er að það halda þeim hana inni. Náðu því. Nei, þeir eru svo nálægt, en þeir fá bara ekki að... Jó, heyrðu, Rúnar er kominn og býtið niður, Rúnar fellur niður. Egillari ræður niður löðumanns. Þetta er æspennandi. En CMD er hérna bara ofan í Snars. Aron nær að taka hann út úr jöfninni. Þeir ná að taka pointið aftur. Og Atgeirar ætla greinilega ekki að leyfa Tröllum að taka þetta mapp nefn í fulla nefana. Þeir nenni ekki þessu tapurugli og ætla bara að halda á honum. Þeir ætla bara að vinna. Það er bara greinilega. Ég meina, hver ætti sér ekki að vinna. Nú eru þeir eins og það
Þeir eru orðnir ansi harkalegir, taka þetta út Trölldröp. Hvað Já, en það er ekkert að pæla í fram. pointinu. Það var næstuði búið að taka pointið úr greipið þeirra. Kemur út Þarna kom út Shatter, kemur út Flux. Mundi næra það. Tekur út 2. Fluxin tekur 2! Óglöggar tekur út eiginlega, en það er enginn eftir á pointinu nema Avi. Hvað næri hann næri ekkert að gera. Nei. Þetta er búið. Tröll taka bara fyrsta mapp. Það eru í 1-0. Þarna voru atgerar með yfirhöndina og vörpuðu henni dálítið að glæ með því að fara of harkalega fram. Þeir ætluðu sér að tryggja sér pointið en töpuðu því. Sjáum við það gálgafrestur með Play of the Game með flott blokk frá Shatterinu. Já, og svo þetta svakalega Gravity Flux. Honum er næstuð í hent út á þarna en nær yfir á pointið. Afi bara gaf honum smá boost. Já, þetta var mjög aggressíft hold hjá atgerum og það var þeim dýrkeypt. En það endaði með því að þeir töpuðu mappinu. Þá skulum við bara sjá hvað gerist næst. Hvaða mapp fólk vill. Já, nú er það atgerum í vil að velja mapp og þeir geta þá valið eitthvað sem að gæti gefið þeim yfirhöndina gagnvart andstæðingum sínum. Sýnist þeir vilja fara í Havana. Já. Það er mjög skemmtilegt mapp. Finnst mér allavega, ég veit ekki með Ég held mikið um Havana. Ég hef heyrt einhverja tala illa um Havana og ég segi ykkur ég vil ekki að þessi tala illa um Havana í mín eyru, sko. Ég held mikið upp á þetta mapp. Skemmtilegt mapp. Já, og það var spurning hvort að Tröll vilji byrja á að vernda eða gera árás. Og þeir vilja defenda. Fyrst. Þeir biðja vörn, fyrstu vörn. Þeir ætla að setja upp varnir. Gegn atgerum. Og það er bara allir tilbúinir. Ready, sýnist mér. Þannig að við förum bara að henda okkur inn í mappið. Mér datt það í hug. Já, sjáum núna að bíða í smá stund þá getum við séð Já, en á meðan getum við náttúrulega dáðst að arkitekturnum hérna á Kúbu. Fallegar byggingar og svo eru hérna veggmyndir utan á húsum. Þetta er allt einstaklega vel heppnað hjá listateyminu og hönnuteyminu hjá Blizzard. Juicy stuff. En, Tröll eru búin að velja. CMT ætla að fara á Rhine. Gálgafrestur ætla hins vegar að halda sig við Sigma en búin að standa sig mjög vel. Mundi er komin á með Kree, Ingi á Soldier, Tröll að droppa Baptiste og Egillari á Lucio. Og við sjáum hvernig eru búin að taka sér stöðu hérna dálítið framalega. Þannig að það gefur til kynna að þeir ætli sér að fara alla leið upp að hörðinni með speed boosti frá honum Agli. Eða bara núna. Þeir eru búin að sýna aðstæðingum sinni þetta en Óglöggar er á Sigma, Rúnar er á Rísu, Krissi á McCree og Aron á Hanzo. Snars heldur sig við Baptistinn og Avi er komin á Bryggi. Áhugavert að sjá Bryggi finna að spila það. CMD að vinna sig í kringum bílinn. Já. Fær mikið af healing og sem að heldur honum á lífi. Og við sjáum liðin skiptast á löndum frá Baptiste til þess að halda lífi í liðum sínum og þeir eru hérna að berjast það hver fær stjórnina á þessum pallbíl hérna. Og tekur út þrjá. Tröll missa báða healerana sína og fljótlega afganginn á liðinu
einn eftir og það hann Ingi sem hleypir í burtu. Og hann sleppur ekki með lífsitt að Krissi veitur hann banahöggið. Það munaði litlu hann hefði getað sloppið samt, sko. Það munaði engu að hann væri kominn heim í höfn þarna til liðsins síns, en núna þurfa að bíða eftir hann kominn samt og Tröll ætla sér að reyna aftur. Þetta áhugaverð árásar. Kemur út sjattir frá CMD. Já, Mundi fallinn samt. Já, og hann kemur út að Dreki og Hænún. Í tegur 2. Atgerar ætla sér sko alls ekki að vera stoppaðir .a sem að getur gerst ef maður heldur ekki vel á spilunum sínum. Þeir eru að senda það til tankana sína mjög framalega ásamt DPS-unum sínum. CMD komin á Hammond. Þeir eru búin að vinna sig bara alla leið inn á .b. Trölladráp fellur, Aron tekur hann. Og við sjáum hvernig tankarnir eru að vinna sig hérna í kringum. Algjörlega að hunsa pointið og eru bara svona að reyna að taka hérna hægrandið upp á þessum vinnupöllum hérna. CMD að vinna sig í kringu á. Þarf að bakka á og fellur þeirra Krissi nær honum. Kemur út Flux frá Gangafrest. Já, kemur frá Gangafrest og Trölladráp tekur út Aron. Mundi fallinn, Krissi sagði bara stopp. Kemur út Sights frá Inga. Nei, ekki Sights. Þetta Visors. Visors, fyrir ekki. CMD tekur út Rúnar og við sjáum allir að bakka hérna. Flestir komast lifandi frá þessu hérna Visors, en CMD kemur út Hænún frá Krissa. Krissi í rauninni ekki að gera mikið með þessu Hænúni, annað en bara að búa til mikið pláss. Og þetta pláss gefur Trölladráp, gefur hérna Atgerum alveg mikið pláss. Mjög mikið pláss. Sástu þetta frá hann Krissa? Hann stoppaði CMD bara í miðju lofti og CMD var tekin út mjög fljótt. Þetta gaf þeim tækifærið á að íta bara hérna afganginn á .b næstum frítt. Það nær bara enginn að snerta. Þeir eru ekki með positioning. Gálgafrestur fallinn, Trölladráp, Krissi. Þetta bara the Krissi show akkurat núna. Þetta ekki Tröll vs. Atgerar, þetta bara Krissa sjóðið sko. Já. Atgerar eru að rúlla í gegnum þetta eins og ekkert. Algjörlega. Ef að Krissa vantar hérna svona fragmyndband fyrir eitthvað í framtíðinni, þá getur hann bara sýnt fólki þennan leikaldi. Já. Hann bara búinn að vera algjörlega on fire. Stjórnar því hvernig leikurinn fer fram þáttu mikið. Við sjáum aftur hérna, Óklokkar og Rúnar eru mjög framalega ásamt Snars og hérna honum Aroni. Aron heldur í Dreka sem hann getur farið að henda og hann heldur sér mjög nálægt mökkunum sínum. CMD hérna, Mundi komin á Witt og tekur út Snars og Ingi tekur út Aron. Þannig að þetta ult þarna sem ég var að tala um komið af borðinu í augnablik. Krissi hins vegar komið með þetta og þetta mögulega það sem þessi lið voru að bíða eftir. Þetta liðið var að bíða eftir og þeir kombóðu þessi tvö ult saman áðan og ég sé það alveg fyrir mér að þeir gera það aftur. CMD að bela sig þarna og rúlla núna í gegn og það kemur út Flux. Hænún. Nær Aroni hérna, Krissi tekur Aron, Inga. Það náði Aroni hérna. Kemur út Window frá Trölladráp. Já, Fluxi frá honum Óklokkar náði ekki miklu, öðru heldur en bara að kaupa smá tíma. CMD í vanda og Krissi tekur hann. Rúnar tekir hann Gálgafresti. Óklokkar tekir hann Inga. Krissi búinn að taka út eiginlara. Þetta jafnir bardagar hérna, 4 á móti 4. Mundi þarna til hægri, dálítið aftarlega að taka potsettin þetta. Krissi greinilega á leiðinu eftir honum, maður veit nákvæmlega hvar hann og ætla sér að fara að taka hann út bara. Þeir eru bara að stoppa CMD, hann kemst ekki að. Hann kominn hérna hinum megin og kemur út annað Flux frá Gálgafrest. Þarna kemur Dreki frá Aroni, nær Trölladráp
og gálgafrestur fylgir í kjölfarið hjá honum Arni. Það er rosalega fátt sem tröll geta gert núna á meðan Atgeir sigla í gegnum þetta map með 2 mínútur eftir að tímanum sínum og CMD er hérna að reyna að kaupa þeim einhverja von og Bongo er bara búið að klára þetta map í rauninni fyrir þá. Þeir Atgeirar klára mappið með 1 mínútu og 53 sekundur og gerir þá tröll betur. Þokkalegu tími. Þokkalegu tími. Þá er spurning hvað tröll hafa að segja um þetta. Þetta var svokallað, þetta var bara svona textbook push. Það gekk allt eins og við sögum hjá Atgeirum. Þeir gáfu upp pláss þegar þeir þurftu þess og tóku pláss akkurat þegar þeir vildu. Og nú er það tröllum á höndum að reyna að gera betur. Það er vonandi fyrir þá að þeim takist það. Já, CMD er komin á Winston. Gálgafrestur, hann ætla sýnist mér bara að halda sig við Sigmaðan bara í allt kvöld. Mundi er komin á fyrir. CMD nú var eitthvað að grínast í okkur, hann er komin á... Hann er komin á Roadhog núna. Ingi Tracer, Trölldrapa og Sen og Egillari er komin á Mercy. Já, við sjáum að Atgeirar eru ætla sér að halda dálítið nálægt hurðinni líka, en samt með allt öðrum hætti heldur en tröll. Þeir eru með Oklokar á Sigma, það rúnar á Orisu sem hann spilaði núna allt síðasta map á attack-randinu. Krissa á McCree, Aron á Hanso og Snars á Baptiste og Avi á Brigitte. Þetta er bara nákvæmlega samúðið notuð til þess að taka. Tröll er pallinn strax og sjáum hvað CMD gerir á þessum Roadhog. Hann vantar nú líf núna, þannig að hann bakkar í spawn til þess að fá það. En við sjáum að faran hjá tröllum er ekki að gera neitt sérlega mikið gagn. Ekki hingað til að mista kosti. Og Krissi tekur mynda og Snars tekur út ægilegar og þetta er bara, Ingi nær Snars þarna reyndar. Þetta stór mistök hjá tröllum í raun og veru að pikka þess á föru fyrst að Krissi er á McCree. Já, Krissi er líka bara, þú veist, McCree á móti föru er ekki jafn öflugt og það var áður en Krissi er líka bara, hver fengti á hann. Nei, hann hendi bara í þetta á móti bara, hann svo tók út farmer sín. Hann vantaði Sigma til þess að taka hann út. En þetta var samt nóg fyrir tröll að taka pointið. Þetta gaf tröllum pointið og Gálgafrestur fær þarna resið eftir að hafa tekið Krissa út og Mundi er núna komin yfir á komin aftur yfir á Vitó. Hann ætlar sér ekki að halda í þessa föru. Faran var í rauninni bara til þess að opna pointið fyrir þá. Já. En síðan er bara spurning hvort að tröll ná að koma síðan alla leið. Sýnist náttúrulega að Atgeirar eru bara mjög solid. Já, Atgeirar fatta þetta, Avi og Krissi, en Ingi er fallinn. Atgeirar eru ennþá að komast upp á hækjandi á meðan tröll bara halda áfram að pússa. CMD tekur út Aron. Þetta lítur ekki nógu vel út fyrir Atgeirar núna. Það er engin eftir nema Snars og núna fellur hann. Sýnist með það að tröll eiga þá bara point A. Tröll eiga point A og Atgeirar eru búnir að gefa hann upp. Já, þeir ætla sér bara að setja upp betri stað hérna á point B. Það var bara tíma til þess að setja upp fyrir annað og betra defense. Sem er mjög vel hugsað. Nú er vonandi fyrir Atgeira að tröll komist ekki í bakið þar. En við sjáum að bæði Mundi og Ingi eru að reyna þetta. Ingi reyndar fellur fyrir ómakið á þessum Tracer. Það er ekki þægilegt að spila Tracer á móti McCree. Þarna kemur samt gott dynamite þarna frá honum Munda. Trölladráp hendir út últi. Þarna kemur, já, en Snars bara stoppar þetta.
Afi búinn að henda í rallyið og heldur bara öllum í Standi. bara lifandi og Kemur út Flux. Rúnar samt búinn að taka út Eilara sem var sá eini sem var þarna til þess að ná í Fluxið. Allir að dekka út svona jafn. Ingi tekur oklokkar en gálgafrestur og Ingi falla og Ingi sé hann, taka þarna fellur. stjörnina bara. CMD einn eftir, hann Hann er er að flúinn flýja. aftur í spawn. En nei, hann snýr við. Nei, hann Ja. kom, hann hugsaði sig betur og ákvaða að snúa við til listin síns. Hendi í sig smá að fá smá healing frá Eilara, þannig að Og- Eilari geti fengið smá ult-charge. Já, en núna sjáum við að Já, nú sjáum við samt að oklokkar og gálgafrestur eru að slást í bakilunni. Krissi er búinn að taka út TNT og Trölladrap og Aron eru þeir eru allir að reyna að komast inn bakdyrnar Krissi er fallinn, Mundi tekur hann út. Kemur út Bob á point. Já, ég er vonandi að Bob hlýði því sem honum er sagt og geri eitthvað. En hann er fallinn. Mundi tekur hann samt út snars. Mundi er farin að vinna fyrir kaupinu sínu og tekur út Afi líka. Og Aron, það er enginn sem Mundi getur ekki drepið akkurat núna verið störa. Hann er kominn nóg. Hann er kominn nóg að þessari vitleysu. Þetta var hat-trick hérna á point B hjá hann Munda. Hann tók hann út 3 og svo tekur hann klárar hann þetta með að taka út oklokkar. Sjáum að Snars er að læðast í kringum innganginn af pointinu. Það var ennþá tíma að snerta. Já, það er spurning hversu langan tíma, þeir eru náttúrulega að býta tönkunum sínum. Þarna kemur oklokkar á Bál, þeir ætla sér ekki að gefa upp þetta point. Kemur út Væsor frá Inga. Já, Ingi er með Væsorn og þeir eru allir bara þarna. Þetta er bara target practice fyrir Inga, en Mundi er fallinn. Aron sagði bara Inga ekki lengra. Ingi fellur. Já, en drekinn hjá honum Aroni náði litlu. En atgerrar eru að jafna stöðu sína á point B. Og það mínúta eftir. Já, tæp mínúta eftir fyrir Tröll til þess að klára þetta. Og við sjáum það hvað Tröll eru út allt á borðinu og þeir eru að reyna að finna sér einhverja leið. Þetta verður svona desperate push. Líklega kemur CMD hérna inn og hendir mines á point þegar hann finnur það að hann þurfa að fara að bakka í burtu. Kemur út Bob frá Munda. Bob kemur frá Munda. Bob náttúrulega ítir pointinu aðeins. Það tekur samt út líka bongoði frá Rúnari. Það er ekki gott fyrir Atgerra að missa þetta bongo. Þetta hefði getað haldið pointinu fyrir þá, en Tröll eru þetta virkaði hjá þeim. Þeir eru komnir í overtime en klára point B. Þeir eru samt með minni tíma. Þeir eru með dálítið minni tíma heldur en Atgerrar og ef að þeir klára mappið þá klára þeir það öllum líktum í overtime nema að eitthvað kraftaverk fyrir við. Það sem í rauninni eru Tröll ekki með neinn ult en styttist í 2. Meðan Atgerrar eru með 3 og styttist í 4. Já, þetta var þeim dýrkeypt point, en þegar að þú ert komin niður í overtime á point B þá borgaru nokkurn veginn hvaða verð sem fyrir lengri tíma. Halda sér inn í leiknum. Núna ætla Tröll bara að halda áfram. Og CMD er fallinn, þannig að það gæti reynst erfitt. Tröll eru komið 2 ult í bankan sinn. Já, og þeir ætla að færa sig upp á skaftið Atgerrar. Þeir gefa ekki upp þetta hot. Það er alveg á hreinu. Þeir vilja meina það að þeir eigi þetta. Já. Og ég meina, ég skil ekki af hverju þú myndir vilja meina eitthvað annað. Mér finnst það frekar borðleggjandi að þeir eigi þetta. Dreki samt frá Krissi tekur út gálgafrest með hænúnunu líka. En Tröll eru samt, þeir eru með pointið. Og
mæta ekki mikilli andspyrnu hérna, en ef Krissi ætli sér að gera eitthvað. En þeir eru komin í overtime, CMD er komin inn upp á. Nær ekki að klára það, Mundi nær að klára þetta. Krissi er fallinn og það er rally frá Avi. Kemur út bongo frá Rúnari. En Skölladrap rétt missir af CMD. En hendir þarna í, já, hendir í Transcendence. Og þeir eru að ná að taka bara stjórnina hérna með því að fækka meðlimum Atgeira. Einn af öðrum. Á Doomfist, hann ætlar að reyna, nei, hann ætlar að reyna, Mundi sagði nei, það er bara þannig. En þeir ná að klára pointið, ná að klára mínúti mappið. í bankan, með að Atgeirar eru með næstu í 3 mínútur í sínu banka. Já, við sjáum það. Sjáum Það er mínúta hjá tröllum á móti 53. 5 mínútum 53 hjá Atgeirum. Það er spurning hvað tröllum tekst að gera við þessa mínútu núna, þegar þar sem að þeir náttúrulega þurfa að gera árás fyrstir, þegar svona er í pottin búið. Það lið sem á minni tíma þarf náttúrulega að gera árás fyrst. Já. Mér sýnist, já, Mundi ætla aftur yfir á föruna. Og Ingi er komin Trölladrap er komin á Önu. Gálgafrestur er hins vegar komin yfir á Sari. Það er spurning hvort að CMD ætli sér að halda í hérna minnstunni hettskiptið og við séum að fara að horfa á smá double bubble að koma hérna með möguleika á að Trölladrap sé að vinna sig upp í Nano til þess að henda á CMD. Það er náttúrulega öflugt kombo þar sem að þú bæði vinnur upp Primal Rage rosalega hratt og klíf damageið sem var náttúrulega fyrir ekki skildi þegar þú ert að testa hrattbyssunni hans Winstons með Nanoið gerir svakalegt damage. Og þeir ætla sér að taka þetta double bubble dive. Já, og við sjáum CMD að falla ansýra. Þetta gekk ekki sem skipti. Þetta áfællum við líka alveg stutt eftir á. En Mundi og Egillar eru mjög varkárir hérna. Henda eldflögum í gegnum hús og út úr húsasundum. CMD komin aftur inn, fær núna Sari núna en þetta er satt stórt anti á oklakar og Rúnar. Kemur út í barrage frá Munda. Mundi næst remur með barrageinu og Snars á sér ekki meiri tíma hérna á pointinu og Mundi og Egillar eru komnir ansi framalega ásamt Inga á Solskjaer sem var eiginlega bara ekki hluti af þessum tímfættinu. Hann var kominn framalega svo fljótt. Og þau eru komin í overtime. Þeir eru komin í overtime. Svo mega ekki fara af pointinu. Það er bara alveg það má alls ekki hætta snerta pointið. En overtime gefur tröllum einn samt einn hlut sem að þeir hafa ekki þegar þeir eru ekki overtime. Það er það að overtime lengir spawn tíma Atgeira. Já. Þannig að ef einhver í liði Atgeira fellur, þá er það... CMD fær Nano. Já! En hann fellur og þetta er búið. CMD fellur í Nano. Halva leið á point. Og þeir voru bara ekki með mennin á pointinu þegar að Atgeirar mætti á svæðið. En það sem ég var að segja þarna var að ef að þeim hefði tekist að halda í pointið aðeins lengur, náð þarna killum, þá hefði þeir getað rúllað ansi langt inn á point B, bara byggt á því að hversu langan tíma það tekið Atgeira að komast aftur inn í actionið. Sem er náttúrulega eitthvað sem við könnumst öllu við úr competitive leikjunum okkar. Allt gengur svo vel og svo dettur þetta allt í sundur í einhverju óeðlilega góðu overtime pussi hjá andstæðingnum. Það er alltaf sárt þegar leikir fara svoleiðis. Já, mjög vont. En Atgeirar hafa bara cirka 3 mínútur til að fara halva leið gegnum point A. Já, sem er slatta tíma. Þeir þurfa 6,22 metra og við sáum hvað það var tröllum erfitt að halda Atgeirum þarna
áðan. Þannig að við þurfum að bíða og sjá hvernig þeim gengur núna. Mundi sjáum að Mundi á förinni. Já, í spáni. Í trölladrápur Trölladrápur fallið bara leið. Og Krissi bara það og Afi tekur út Munda. Aron tekur út Egilara og það þýðir bara að þetta payload að fara að rúla á stað. Þetta bara tímaspilsmál núna. Gálgafrestur að reyna að kaupa eitthvað tíma að deyja á pointinu eða þú þarft að deyja. En núna fer payloadið að stað og sára lítið sem að tröllamenn geta gert í því. Egilari komin yfir á Lucio til að gefa þeim extra speed boost að reyna að komast fyrir. Mundi að Treysitum tekin út, Aron finnur hann þetta og CMD fallinn á boltanum. Trölladrápur rétt svo þeir. Já, Ingi tekin hann út að Krissa og það virðist ekki vera neitt sem að getur stöðvað að gera núna. Ekki nema að Gálgafrestur ætli sér að henda sér hún á pointið. Hann gerir það og CMD fylgir í kjölfarið. Þeir taka aftur út Munda sem að ekki búinn að eiga. Þetta kemur væsunum frá Aroni og þetta klárar þetta. Þetta búið. Og allir að taka seinna mappið. Já. Mundi var ekki að eiga sinn besta leik á Tracer þarna. Þeir voru að finna hann mjög fljótt. Sjáum Krista hérna fá play of the game. Kemur ekki á vort, segja ég sannleika satt. Right klikkið. Já, makk right klikk. Uss. Nei, við sáum þarna örlítið brot af framistöðu Krissa þarna á þessum Makri. Sem var vægast sagt góð. Þá fá tröll að velja mapp og þeir vilja greinilega taka Blizzard World. Já, sem eitthvað sem að áhorfendur okkar sjá náttúrulega ekki. En við kastararnir sjáum það. Sjáum allt. Já, við sjáum. Já, ekkert og ekki ekkert. Það má deilum það hvort eitthvað farið fram í okkur, en það fór allavega ekki fram í okkur að Tröll ætli sér að spila næst Blizzard World. Það spurning hvað atgerar vilja gera í vörn og varnar og árásarmálum. Ég giska á þeir ætla að taka attack. Þú heldur það? Atgerar ætli sér að gera fyrstu árás fyrir ekki heldur en fyrstu vörn. Þeir eru Það er mín skoðun. Já. Þeir eru alveg lið sem að ég gæti séð fyrir mér að taka það taktikal, að gera þá taktísku ákvörðun að gera fyrstu árás. Miðað við hvernig Havana fór, þá kemur ekki óvart að þið ætla að taka attackið fyrst. Já. Það er núna hokkið eftir því frá Tröllum hvað atgerar ætla sér í þeim málum. Og það stendur dálítið á svörum. Koma svo, ég vil fá að vita. Fórhundum maður. Já. Ég var að því alltaf þegar ég var krakki sko, það læsi mjög mikið af Curious George bókunum. Og Krissi lætur það í ljós að þeir ætli að gera fyrstu vörn. Já, það er rangt fyrir mér. Ég er rangt fyrir mér, ég viðurkenni mín mistök. Já. En það þýðir líka bara það að þeir eru taktískt fengjandi þarna í atgerum og vita hversu virði það er að stjórna því hversu langt andstæðingurinn kemst. Já, það sýnist mér að allt sé í order. Sjáum hvað gerist. Við erum að fara inn núna. Já, förum inn í mappið. Welcome to Blizzard World. Initiating match. Ég var ekkert á móti að fara hingað sko. Eða góðum degi hérna í Blizzard World.
Já, Já, bygglega rosa gaman, sko. Það Skemmtilegir rússíbanar og fullt hérna tjekka á Murloc eyju og svona voða gaman. Ready for Mhm. battle. þetta er alveg staðir sem að maður væri til í að heimsækja, sko. Maður sjá, hvað ætlaðu að vera með hérna? Já, Tröll, sem sagt, það er CMD á Hammond, Galgafrestur á Sigma, Mundi er komin á Soldier, Ingi ætlar að vera á Förin, Trölladráp á Sen og Egillari á Mercy. Ingi Já. er komin á McCree, hins vegar, hann er komin á McCree. Já, á meðan sjáum við það að atgerar eru konum með óklokkar á Sigma, rúnar á Orísuna. Þetta hefur verið að virka vel í hann. Krissi er á McCree, af hverju að breyta því að það er ekki bílað. Aron er hins vegar á Torbjörn. Snars og Afi breyta einhverju með Baptiste og Brigitte. Já, búið að ganga vel hjá þeim. Þannig ég hlakka til að sjá hvað Aron ætlar sér á þessu Torbjörn. Þetta er mögulega samt bara eitthvað sem hann hefur hugsað sér að gera vegna þess að hann veit að Mundi er líklegur til þess að spila föruna hérna. CMD er fallinn og þeir eru mjög fljótir að taka turretið hans af hans út. Þeir vinna mikið í því. Krissi er hann í smá vandræðum mótið Munda en sleppur lífs af. Aron er komin nýtt. Aron eitthvað komin fyrir aftan, vinna að skapa smá vandari. Rúnarfellu, Mundi fellur stutt eftir á, Galgafrestur. Galgafrestur, Trölladráp, Egillari nær, Munda uppátturinn, CMD er fallinn. Krissi fellur eins og Mundi nær að taka hann út en ég held að það sé skammgóður vermur. Því að Ingi er nú fallinn og Mundi og Egillari er ekki til setunar boðið. Munda og Agliara er ekki til setunar boðið. Það er til þess að vera málfræðilega fara með rétt mál. Það er yfirleitt betra þannig. Já, ég var bara ekki alveg búinn að ákveða hvað ég ætlaði að segja áður en ég byrjaði á sendingunni. Nei. Ég var með einhver orð í huganum en ég var ekki búinn að raða þeim öllum upp. Eða fattbeðið þau. CMD er hérna að leika sér svona eitthvað fyrir aftan á. Reyna að rugga í baklænu. Missir ansi mikið líf og fellur er hann nær Krissa samt. Egillari fellur. Mögulega hefur verið að fara að reyna að ná restinu. CMD fallir hann það líka. Aron missir turretið sitt enn eitt skiptið og við heyrum Torbjörn gráta yfir því. En mér sýnist líka samt sýnist að atgerar ætla sér bara að ná sér í fullt hús últa. Þeir eru ekkert að flýta sér að nota últið sinn. Óklokkar hérna nálgast Flux og Rúnar nálgast Bongo. Afi er samt búinn að nota sitt. Já, Afi er reynda búinn að nota hérna rallyið en engin annar neitt að flýta sér. Ekkert stress. Sjáum hérna Munda. Nei, Krissi er hann í! Krissi var hann einn upp á hæggrátinu í líku vissinni, aðeinn. En þarna kemur út mót Kótt. Ingi nær Aroni og þarna er glugginn þarna samt og hjálpar hann eitthvað. En þetta gekk ekki alveg nógu vel. Nei, það var bara sama þótt að þetta svaka últfest í gangi, þá ná Tröll pointinu. Tröll náði pointinu og menn hlæja yfir einhverju sem að mögulega við mistum af. Já, ábygglega öllu þessu últfesti sem var í gangi líklegast. Já, ég sá ekki betur en þetta hafi verið bara frekar vel gert hjá Tröllum. Þeir hafi séð við því sem að atgerðarmenn hafa verið að reyna að gera. En atgerðar eru búin að koma sér fyrir upp á hæggrátinu. Krissi hendur út í hennu. Krissi hendur í hendur. Þetta er Aron er sá sem nær killinu á Munda. Mundi er dreginn aftur tilbaka. Og
við sjáum að Aron tekur út CMD líka núna. Það er ekki að þressa hann. Í miður, En- ekki allir. Á meðan afgerar eru þarna að halda hægrandinu þá eru tröll að íta aðeins áfram. Skildu Pelóti eftir þetta í smástund en CMD ætla sér ekki skilja það eftir Nei. lengi. Og þetta er náttúrulega veist þú aftur hvað kórona þetta er þarna í þessu Pelóti? Nei, ég bara þor ekki að fara með það, sko. Nei, en Krissi var þarna að drepa bæði eiginlara og Munda á meðan ég var að velta fyrir mér hverju þeir eru að fylgja þarna. Þetta er Hvað er eitthvað þetta? spennandi. Eitthvað rosa spennandi. Já, og við sjáum að Mundi hefur játað sig sigraðan á þessari föru, farin yfir á Tracer. Það vona að honum gangi betur á Tracerndum núna, hérna á Blizzardot, heldur hann gekk á Havana. Það var honum ansi erfitt að halda velli áðan. Hann er að íta og aðgerar eru bara rosalega lítið að spá í því. Á meðan Mundi ítir Pelótinu, mjög sneaky, þá eru aðgerar að einbeita sér að fætinum upp á og Mundi að tekst þetta! Næstu því! Næstu góði! Mundi ítti þarna Pelótinu alveg góða 10-15, kannski 20 metra þarna á meðan aðgerar mistu algjörlega sjónar á því að þeir eiga að vera þarna að halda Pelóti og passa að það hreyfist ekki en þeir ætluðu sér að vinna þetta fight upp á hægrandru. Kemur út Væsur frá Arinu og hann er að nota gluggan. Já, Frá þetta er Lars. deadly combo enda næra hann þetta killi á eilara en Abin er komin að það frá CMD og við sjáum að aðgerar eru búnir að aðeins að eiga við hérna forgangsröðun sína, eru konum með Avi niður á Pelótið full time. Tíminn er að klárast, CMD Já. ætlar að reyna að toucha, koma allir í tröll bara inn á. Honum tekst þetta ekki. Það er engin, jú, hann hérna eiginlari kemst á Pelótið en það verður skammgott. Bara Mundi eftir og fellur. Trölladrap þarna fellir í bakgrunnum og lokar þessu með dífubombunni. Hann mætti segja hann að við okloka þessu. Score 0 Hóhóhó. Ég er að út. sides. Já, það er gott. En ég skammast mér hins vegar ekki neitt. Nei, það er gott, maður á ekkert að skamma sín fyrir svona hluti. Nei, maður á bara að segja sína orðabrandara og aulabrandara og fimmurabrandara og vera stoltur af þeim. Já, akkurat. En þá er bara spurning hvað tröll ætla að gera í defensinu. Það nú ekki atgerar þurfa bara að ná seinna point til að taka sigurinn með sér Ready for battle. heim. Já, við erum náttúrulega í best of 3, þannig að Já, það þetta er segir mér þannig við. match point fyrir bæði lið. Já. Attackers. Takist öðru liðinu að vinna, þá er þetta búið. En já, það er rétt þar. Atgerar eiga hérna ekkert sérlega erfitt uppdráttar. En við sjáum að Tröll ætla að verja þetta mapp á 5, þá verja þetta point á mjög áhugaverðan hátt. 2, 1. Þeir eru að taka hérna double bubble dive vörn með CMD og gálgafrest á Winston Sarju. Og atgerar eru bara að fara full dive í þetta. Já, með Tracer og Sombru. Og þetta er sama dæfið og getur að séð í Overwatch League fyrir svona ári síðan. Í síðasta, síðustu svona Grand Finals. Þá voru margir að spila svona Double Bubble, Moiru, Lucio dæfið. Eða Grand Finals, nei, einhvern tímann svona í síðasta sísoni. Atgerar íta bara tröllum af point og ná... Taka allt flossið.
taka bara allt plássið og bara græða hellingstíma næstu 6 mínútur. Sitja þarna 5 mínútum og 40 sekundum og það var ekki eiginlega frá miklu að segja í þessum bardaga. Nei, Atgeir bara Því að það gerðist voða lítið annað en bara að Atgeirar kom bara og Tröll þurfti bara að víkja. Fóru bara fyrir aftan þau og í raun og veru sýndist mér að Tröll voru bara ekki reddi í það. Nei, Tröll voru svona ekki alveg undirbúnir fyrir þetta rotation sem að Atgeirar kom með og hörfuðu bara af pointinu, gáfu í rauninu Kemur út hægum frá Munda. Og það er spurning hvert Mundi er að horfa. Nei, hann bara fór allir í félur, ekkert sem bara hann gætt gert. földu sig allir. Og þeir eru að fela sig þarna á baku stóru byssuna hana. Þetta er eitthvað á StarCraft. Já, þetta er StarCraft byssa. Ég get ekkert sagt hvað það heitir en stór byssa. Þetta er eitthvað stórt StarCraft. Það er CMD, nanoboost. CMD var nanoboostið en hvernig, nei, fekk hann nanoboost? Hann fekk nano. Já. Það gerði þér samt voða lítið. Já. Nú er hann í Primal Rage þarna. En það er ekkert nano á borðinu fyrir hann Óglokar. Nei, fyrir hann Rúnar, minna ég. Ekki Óglokar heldur. Men það er eitthvað sem er með önnu, svo að saman ekki það þeir þurfi á því að halda. Nei. Er að runna rosa smúðið. Þarna kemur Dífubomban og nær Agljara sem var þó með skjöldin sinni uppi. Aðeins og stengt EMP til að láta heimlega. Er hann að halda öllu af pointinu. Snarskæð með sínu. En það er... Þú veist þetta eftir úr mekkanum. Já, og þetta er bara... búið. Þetta er bara búið. Atgeirar eiga bara þetta mark og leikinn. Eiga leikinn. Það er 2-1. 2-1 fyrir Atgeirum og þeir hafa unnið. Með bara... með framistöðu á Blizzard sem er hrós... sem var hróskilið, reyðilega. Og það er greinlegt að Atgeir, eftir fyrsta tapi á fyrsta mappinu þá voru Atgeirar ekkert sérlega sáttir og þeir bara snéru sig bara alveg við. Já, og bara Atgeirar ætluðu sér bara að taka þetta. Og við viljum að fá einhverja cool boots Við fáum einhverja netta gæja í viðtöl. Sýnum við fáum Avi og Rúnar úr Atgeirum. Bara býða til að sumir koma og vilja tala um okkur. Við bara byrjum að fá Avi eða ég var að byrja að fá Rúnar. Þeir eru í sama liði, það kom báðir. Já, þeir eru, auðvitað. Nei, tökum viðtal við þá í sikur lagi. Í sikur lagi, blessaðir. Velkomin strákar, til hamingju með sigurinn. Já. Takk fyrir. Þetta var svolítið sketchy byrjun hjá okkur en þið ákveðu bara að gera complete 180 á Tröll. Já. Er þetta með stemmarinn? Mjög góður. Já. Mjög góður. Hvað var það sem að stóð á hérna á fyrsta pointi? Eða á fyrsta mappi? Ég held að það var bara aðalega verið, við vorum óákveðnir með komp, sko. Já, við vissum ekki alveg hvað ætlum að gera. Þú veist, ég var bara lost, low-key. Svona það kom litla DC, það tók móðan smá niður, sko. Það var ekki gott fyrir ykkur að missa Aron hérna í miðju tímfæti. Já. En ég er smá forvitin, þetta búið að bugga mig síðan við byrjum að kasta, en hann að ég sé að tveir ykkar í Atgeirum með svona player icon sem er ís og ég skoðaði player iconin og já, Rúnar er hérna með þetta player icon. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Þetta er bara úr Summer Games held ég. Þetta?
Jaha. Skoða, ég sá þetta ekki, sko. Ég þarf greinilega að skoða betur, eða fá minni gleru. Greinilega. Greinilegt. En já, þið fáið sem sagt að halda áfram og eru með einhver svona future game plan? Það er vinna eitthvað. Já, bara vinna. Já, solid plan. Það er alltaf gott gameplan að vinna. Já. En hérna, hvað, svo náttúrulega sneruðu þessu við á Havana. Og þar voru þið að spila dálítið áhugavert stratt með að setja ykkur Rúnar og Óklokkar mjög framarlega á Rísu Sigma með alltaf einum DPS og einum healer. Er þetta eitthvað sem þið hafi verið að vinna sjálfir og þróa eða eru þið að taka þetta stratt einhvers staðar annars staðar frá? Það sem gerum að Havana. Já. Ertu að menna þegar við fórum bara á spónið eða þú veist? Nei, Já. þeir eru að takka. Þegar að takka Já, þá Eitthvað árás á Havana. Nei, þetta er alveg bara, þú veist, já, bara reyna að taka pláss bara. Já. Þetta er bara eitthvað sem þið þróa sjálfir til þess að taka plássið. Já, raunin. Það er mjög gaman að áhugavert horfa á. composition. Gaman að sjá þessa nýtingu á tank sem að venjulega látin hanga bara á payload og free pusha. Já. En þið segið það að breytingin sem varð þarna eftir fyrsta map hafi aðalega verið bara ákveðni. Já, í rauninni. Já, en síðan náttúrulega á fyrsta mappunum er þetta DC. Fór þetta í eitthvað svona, rugglaði þetta eitthvað í ykkur eða? Nei, Ekki þannig, sko. Nei, Þeir komu náttúrulega mikið öflugir og síðan breyttu við bara kompinu, sko. Já, þeir komu náttúrulega mjög öflugir tilbaka eftir DC-ið, sko. Já. Stóðu ykkur rosalega vel á Sanctum. Já. En er eitthvað svona sérstætt sem að þið viljið vekja athygli á sem gerist í leiknum? Hversu stóð upp úr? Nei, ég veit það ekki. Þeir spila Volvo mikið. Gálgafrestur og Sigma bara. Það var Já, hann var svakalegur. Það var fullt af slottum flögsum. Það var svakalegt gameplay þarna hjá honum. Þið voru nú svo sem ekkert að gefa mikið eftir með Chris á McCree'inum. Nei, hann stóð sér svakalega vel. Já. En það er þá bara eins og það er. Einhver shoutout svona að lokum? Ég ekki bara shoutout á coachin okkar, Baraka Flakka Flame. Baraka Flakka Flame? Hann er insane coach. Ok. Yes. Það hljómar eins og early 2000s rhythm-leikur sem kom út á PlayStation 2, en shoutout á coach Adgera. Yes. Bara takk fyrir viðtalið, Já, og takk fyrir. til hamingju með sigurinn. Gangi ykkur vel í næsta leik. Takk. Við ætlum svo að fá Egilara hérna í viðtal. Tjekka aðeins stöðun á honum. Sæll og blessaður, Egilari. Bleller feller. Hvernig er staðan á tröllamönnum eftir þennan leik? Hún er ekki... Nei. Hún er ekki svo besta, Það er ekki svo besta, en þið fara náttúrulega bara niður í losers bracket. Hver er þetta er þetta svona stoke in the fire? Ætlið þið að koma tvíeldir tilbaka og taka svona útlaga run á þetta eins og útlagar gerðu síðustu helgi og tóku losers bracketið og fóru beint í úrslitin? Já, það er planið, sko. Ávallt. Það er planið. Komast í úrslit. Ég held að spila móti Selum eða eitthvað þannig. Já, þannig að næsti leikur er á móti Selum. Næsti, ég er peppað á það. Þú hefur trú á því að þið náðu að vinna þann leik? Já, auðvitað. Alltaf hafa trú. Alltaf hafa trú? Já, það er gott. Trú er góð. Ég er ekki svo lengur að hugsa síðasta leik, svo ég er bara fyrir næsta.
næsta leik. Já. Bara GG go next, bara. Já. Bara, nennir þessu bið ekkert, bara klára þetta af. Já. Eiginlega. Það er svo sem ekki hægt að segja að þið hafi staðið ykkur illa í þessum leik, þrátt fyrir þessa niðurstöðu. Já. En hvað finnst þér svona standa upp úr eftir þessi 3 möpp? Ég persónulega, mér finnst ég spila mjög vel. Það má segja það. Já, þó þessi allir vel, bara þannig fyrir út af það að gerast og þessi bara aðeins bindur. Já. Ég veit ekki svona. Ég veit alveg hvað að segja. Já. Við erum að lenda þóttu mikið í því þessum viðtalum, en það er alltaf gaman að fá okkur og heyri í ykkur. Já, akkurat. Það er gaman að heyra stöðu mála hjá liðunum eftir svona win-lose leiki. Það er gott að heyra að Tröll er ekki að baki dotnir og ætla sér bara stóra hluti, henda sér í gegnum losers bracket og beint í úrslit. Þannig að ef það eru einhver shoutout, þá máttu endilega koma þeim að framfæri. Já, ég ætla að fyrst shoutout Tröll Twitteri sko, Tröll_ og Tvöldaf. Já. Allir sem eru með Twitter, sem vill ekki geta valdið, inn á Twitter og followa Tröll á Twitter. Fyrir máli. Ég fyrir máli. En annars þá bara shoutout á liðið. Við erum enda með þetta. Já, ég byrja bara. Já. Og þá bara... Shoutout á Avi í hinliðinu, hann spilaði drullu vel. Já, það er shoutout á menn í hinliðinu, það er mad respect á það. Já, vel gert. Engan annan í hinliðinu, bara Avi. Bara Avi? Bara Avi. Ef Avi er að hlusta, þá heyrir hann það, annars getur hann tjekka á broadcastinu einhvern veginn setna. Já. Þá segi ég bara, og við, væntanlega báðir, bara takk fyrir Egill og gangi ykkur vel í næsta leik. Takk fyrir mig. Já. Þetta er gaman að heyri þér. Já. En þetta hefur sérst verið... Sögumála. Já, þetta var leikur Trölla og Atgeira. Já, ég get hins vegar man ekki hvað næsti leikur var, en mér skilst að það verður kannski einhver pása. Held ég. Já, það verður væntanlega einhver pása, svona kaffipása, pissupása og svo skilist mér að við Giljagur komum sterkir inn í kast á næsta leik sem að ég man ekki alveg hvaða leikur er. Nei, get bara ekki muna. En ég held að ég eftir að ákveða nákvæmlega hvaða leikur það er sem að verður spilað næstur. Þannig að við þakkum bara fyrir okkur. Já. Og næsti leikur verður spilaður innan skams. Fylgist þið með hér á Óvátvíslanda á Twitch og ekki missa af neinu. Nei, það er bara... Takk fyrir okkur.